Hæ. Mig langar að taka smá samantekt spænska leikinn sem einhver mikilvægasta byrjunin fyrir svart í E4 E5. Byrjunin byrjar eftir E4, E5, riddari F3, riddari C6 og biskup B5 hér. Hugmyndin með biskup B5 hér er að við setjum pressu á riddarann sem valdar E5 peðið. Hugmyndin er samt ekki endilega að fara að skipta upp hér, heldur bara að halda áfram með leiðskipunina og gera svörtum erfiðara fyrir að leika D6 eins og oft gerist í ítalska leiknum sem dæmi. Ef til dæmis svartur leikur D6 hér, þá getur hann ekki komið út biskupnum og eftir til dæmis D4 þá kemur upp svona staða sem gerir það verkum að svartur missir aðeins taki á miðborðinu. Þessi staða er vissulega teflanleg en hún er ekkert endilega svo skemmtilegasta fyrir svartan. Þannig að það sem svartur gerir langoftast í þessari stöðu hér er að hann leikur A6 eða beður uppskipti hérna á C6. Hvítur getur drepið C6 sem er uppskipti afbrigði í spænska leiknum en ég ætla ekki að fara yfir það hér í þessu myndbandi. Það verður sér myndband fyrir það. Þannig að það sem hvítur gerir er að hann bakka með biskupinu A4. Ef hann myndi bakka á C4 þá leikur svartur einfallega annarkvort riddari F6 eða biskup C5 og þá er komin upp bara staða í ítalska leiknum þar sem hvítur er búinn að gefa svörtum A6 leikinn sem er oft mjög gagnlegt fyrir svartan vegna þess að til dæmis ef við erum biskupinn hér getum við bakka með hann á A7 eins og ég segi A6 er alltaf gagnlegur leikur í þessum stöðu. Þannig að hvítur bakka með biskupinn á A4 og svartur leikur riddari F6 og hvítur á núna nokkra leiki. Hann getur leikið í annars vegar leik sem valdar E4 peðið. Hann getur til dæmis leikið riddari C3, hann getur líka leikið D3 og hann getur líka leikið drottning E2. Allir þessi 3 leikir eiga sameiginlegt að valda E4 peðið. Til dæmis en segjum eftir riddari C3 að ef svartur leikur einhverju, bara eins og biskup E7 eða eitthvað svoleiðis, þá getur hvítur mögulega að fara að drepa hér á C6 og drepa á E5 og við erum mögulega ekki að vinna peðið tilbaka og eins og ég segi, þessi staða er ekkert endilega sérstaklega spennandi fyrir svart að vera peðið undir strax eftir fyrstu leikina. Þannig að eftir riddari C3 þá verður svartur að leika B5 hér til þess að koma í veg fyrir drápið hér á C6 og síðan drepið á E5. Þannig að svartur leikur B5, biskup B hérna og biskup E7 og svartur mun síðan hrókera og leika D6 og þessi stað er bara fín. Ef hvítur gerir sama með því til dæmis að leika D3 þá er hann líka að valda E4 peðið og þá þurfum við að leika B5 hér og núna getum við haldið áfram með biskup E7 eða biskup C5. Ef hvítur leikur drottning E2 þá er það sama aftur. Hvítur er byrjað að hóta að drepa á C6 og drepa á E5 þannig að við verðum líka að leika B5 hér og núna getum við líka ákveðið hvort við viljum hafa með biskupinn á E7 eða C5. En ef hvítur ákveður að valda ekki E4 peðið og hrókera þá þurfum við ekki sjálfum sér strax að valda peðið á E5 vegna þess að peðið á E4 fellur á móti. Þannig að svartur getur leikið í þessari stöðu hér bara biskup E7 og ef hvítur til dæmis núna ákveður að drepa þá getum við einfaldlega að drepa tilbaka og þessi uppskipti eru bara fín fyrir svartan. Ef hvítur leikur eitthvað eins og hér getum við bakkað með riddarann á F6 eða jafnvel D6 og hrókerað og það er engin vandamál í stöðunni. Þannig að það sem hvítur gerir er hann leikur sniðugum leik, hann leikur hrókur E1 hér. Með hróknum E1 eins og hinum leikjunum áðan, D3, riddari C3 og drottning E2, þá er hann búinn að búa til smá hótun aftur sem er sama hótun eins og venjulega. Drepa á C6, D-drepur C6 og riddari drepur E5. Núna þarf svartur að leika í þessari stöðu komið í veg fyrir þessi uppskipti, þannig að hann leikur B5, biskup D3 og núna leikur svartur D6. Hugmyndin með D6 í þessi stöðu er að við völdum E5 peðið og þegar svartur er búinn að valda E5 peðið þá getur hann fara að hreyfa þennan riddara á C6 sem til dæmis getur mögulega farið á A5 reitin og hótað biskupnum og það er örugglega mjög góð uppskipti fyrir svartan ef hann næði því. Þannig að til dæmis ef hvítur myndi leika einhverjum eins og bara D3 í þessari stöðu þá getur svartur leikið bara riddari A5 og skipt upp á þessum biskup sem er oft mjög sterkur í þessum stöðum.
En hvítur leikur oftast í þessari stöðu C3 og hugmyndin með C3 er einfaldlega ef svartur leikur strax í þessari stöðu riddari A5 að þá getur hvítur bakkað með biskupinn á C2 og haldið í biskupinn og næsti leikur hjá hvítum væri bara að leika D4 og ná þannig miðborðinu. Þannig að svartur hrókerar og núna leikur beinast við að sjá hvað gerist ef hvítur leikur D4. Ef hvítur leikur D4 hér og nær miðborðinu, þá verður svartur einhvern veginn að svara því. Ef hann leikur einhverju bara eins og uppskipti hér, þá er hvítur næst að fara að leika riddari C3, biskup F4 og hvítur er komið algjört tak á miðborðinu. Þetta er eitthvað sem við viljum helst ekki leyfa. Til dæmis þótt við náum að leika til dæmis eins og biskup G4 hér, þá getur hvítur einfaldlega valdað þetta peð með að leika biskup E3. Það myndi vissulega falla hér eftir þessu uppskipti hér. Þannig að þess vegna getur hvítur einfaldlega leikið biskup E3 og við erum ekki að vinna peðið á E4 hér vegna þess að eftir biskup D5 þá er svartur hefur valið hvað riddarann hann vil tapa. Þannig að þetta er eitthvað sem ég er ekki hrifinn af fyrir svartan. Þannig að það sem svartur þarf að gera í þessari stöðu hér er að leika strax biskup G4. Og núna til dæmis hvítur leikur D5 að þá lokast biskupinn inni hjá hvítum og við getum leikið riddara A5 hér og C6 og drepið síðan tilbaka og svartur fær fína stöðu hér. Við getum til dæmis drepum hér með drottningu og það er ekkert að þessari stöðu fyrir svartan. Ef hvítur ákveður að gera eitthvað annað eins og biskup E3, þá getum við mögulega að fara að leika eitthvað eins og drepið núna hér og leikið riddari A5. Þetta er eitt af þessum systemum sem svartir býðst gegn þessu. Hann getur líka gert eitthvað annað í þessari stöðu, held ég, eins og segir hér riddari hérna og leikið C5 og svartur er bara með fína stöðu. Þannig að áður en hvítur leikur D4 í þessu stöðu til að koma í veg fyrir þetta biskup G4 plan, þá leikur hann oftast H3. Og eins og ég segi, það er einfaldlega það að koma í veg fyrir að biskupinn komist á G4 og næsti leikur hjá hvítum er að leika D4 og ná taki á miðborðinu. Og svartur hefur núna nokkra leiki í stöðunni, hann getur leikið riddarann á A5 sem hóta biskupnum, með hugmyndinu síðan að leika C5, hann getur leikið riddarann á B8, þar sem riddarann er á leiðin á D7, fara með biskupinn á B7 og leika C5 og þriðja systemið er að leika biskupnum á B7 sem er með annarri hugmynd sem er að leika hróknum á E8, biskupinn á F8 og setja þannig pressu á E4 þegar hvítur leikur D4. All þessi plön ganga eiginlega út af það að einhvern hátt setja pressu á E4 eða þessa hérna skálinu hjá svörtum. Og það er eins og segir bara mismunandi leiði hvað hann hefur eða hvað vill gera hverju sinni. Og menn hafa sitt eigið val í þessar stöðu hvað menn vilja leika. Ég held að það sé bara tímabært að enda þetta myndband fyrstu leikina í spænska leiknum hér.